Þá segi ég við hann ekki spila fullur á piano í Santa Barbara. Heimamenn styðja það ekki. Hvernig þú sagðir hvernig þú sagðir ekki spila á piano. Piano. Það var það sem ég átti við, sko. Hann náði ekki alveg. Heyrðu, það er Indin og Addi með ykkur. Þið eru að hlusta á Pingina, velkomin. Þáttur 108, kallinn. Það er komin tími til að 108? Nei, herru, ég get sann sagt í það. Þetta er 70. þátturinn í röð á ársýningum. Já. Þáttur 108 er komin tími til að hátta. Nei, sko, ok, það sem við höfum alltaf rætt, við dreiftum á því í síðasta þætti, að við ætlum aðeins að breytum fyrirkomulag. Já. Í sumar, bara í sumar. Já, svona, allavegna, til pröfu, sumar til pröfu og vera með þetta kannski meira svona viðtalsmiðaðara og fá svona feedback frá fólki sem kemur, bara kannski fara yfir einhver ársreininga með þeim og annað, sko. En þetta er allavega svona síðasti þáttur í bili með þessu hefðbundasniði. Þetta er búið að vera núna, sko, 70 vikur í röð. Sennilega ekki, það eru einhverjir þættir sem hafa verið tvískiptir, sko. En þú veist, allan 60 eitthvað vikur í röð og fyrir öll ykkar sem hafið hlustað á okkur frá byrjun, we salute you. Þetta er orðið dálítið svona, þetta er orðið kannski svona gott í bili. Þetta er eins og að horfa á mig, fara á hlaupabretti hvern einasta föstudag, hlaupa 15 kilometra, ég súrna. Og þið viljið... Ég súrna, það er bara staðan, ég er að súrna. Viljið það ekki, sko. Nei, heyrðu, það er komið tími á að við horfum tilbaka núna og fáum til okkar stjórnendur, fræðimenn, ráðgjafa, sumari fer ég að læra hvað eru búin að gera rétt, við erum að komast að hvar Addinn skeiti heið. Og jafnvel bara einhvers konar svona heimspekinga, sko, eða svona eitthvað heimspekileg sjónarmið, sko. Þú ert með annar hlaðvarp fyrir það. Nei. Þú ert með annar hlaðvarp fyrir það. Já, hver er hvað, hérna er ekki... Ég væri samt til að fara á móla, við hefum ennþá eftir að fara yfir þetta leikara-fiff, sko. Hvað er að gerast í leikara-fiffi? Nei, Bergur-Ebbi, ég var að hugsa Bergabba, hann er náttúrulega ekki heimspekingur. Fans favorite ennþá. Hann er svona framtíðarfræðingur. Eitthvað svona, hvernig landslagið lítur út og svona, eitthvað bara svona út frá hans hugarheimi. Það er maður sem verður til að bjóða í Dominos. Já, alls konar fólk. Og það er eitt sem skal gerast þegar við förum aftur á stað. Ég fer aftur á takkana. Nei. Fólk vill fá mig. Ég hef heyrt þetta frá mörgum. Indin á takkana. Það tók þið held í 3 þætti að spila þig burt frá tökkunum. Indin á takkana. Ég held að ég sé best geimdur á borðinu þar. En við skulum sjá, það er aldrei að vita nema þú fáir eitt svona gesta, eða svona eitt pröfuþátt á tökkunum. Já. Hvað er þetta að vinna með? Sko, með okkur í dag náttúrulega þetta Rekus. Já. Og sko, við höfum fengið viðbröð bara í síðasta þætti. Sko, ég nefnilega... Við sem vorum að segja og... Ég var bara að glemja þessu. Það var bara Arnar, veistu, þetta er rétt hjá þér. Þetta var rétt hjá ykkur. Já, nú á að láta leigusalina svitna. Já. Og fara yfir Rekus. Því að þetta er alveg rétt. Já. Og ég man í COVID, ég var fastur í leigusamning, komst ekki út. Já. Ég lét hann renna út, beint í Rekus. Beint í Rekus. Já. Láta þessa leigusala svitna núna. Já. Þau fóru illa með ykkur í COVID. Tími til að... Nú farið þið illa með þau. Nei, fara inn í Rekus á réttum forsendum. Já. En þetta er fyrir fólk lítil meðalstór fyrirtæki sem er að hugsa sinn gangi húsnæðismálum. Það lítur út fyrir að geti borgað sig að bíða bara aðeins. Ástandi er einhvern veginn þannig að Rekus fer að verða helvíti góðu kostur. Það er oft bara þægilegt millibils ástand að taka leiguna, skilur við, bara svona meðan þú sér hvernig landslagið mun liggja. Þannig að hérna eins og þú segir, já og líka svo eru stærri fyrirtæki náttúrulega farin að nýta þetta líka. Já. Svona einhvers konar hybrid, leigja þetta sem stöð fyrir fólk. Ég heyrði eitt stór fyrirtæki. Setjum leiðilega fólki niður í bæ, lefum því bara að vera niður í bæ. Og við förum öll í Rekus hérna að segja að sko, þá voru forstjórnir að segja, heyrðu, þið eru búin að standa ykkur svo vel, þið verið hér. Ég og chefarnir hérna í markasteildin og fleiri, við ætlum aðeins að kíkja í Rekus. Þannig að skemmtilega fólkið er að fara í Rekus. Skiljum lúsirana eftir heim. Já, ég ætla ekki að taka undir þetta, en þetta er svona þinn þangagangur í þessu. Þetta er ekki þannig þáttur, ég býst afsökunar á þessu. Það er ekki allir að vera saman. Sömuleiðis auðvitað Landsbankinn og þar erum við með Hagsjána, við erum með vikubyrjunina, við erum með alla þessa póstlista. Það er landsbanki.is/póstlistar, skráðu ykkur þar. Aldrei að mikilvægt að fylgjast með. Já, og aldrei einmitt, það sem ég ætla að segja bara, það hefur aldrei verið eins mikilvægt og akkurat núna að vera up to date í öllu sem er að gerast. Það er náttúrulega allt í bál og brand hérna á þessu landi og þú veist, ef þú vilt vera the man eða the woman eða eitthvað í matabóðum þá ertu búin að lesa yfir allar Hagsjárnar og allar vikumbyrjunnar og ert með allt á hreinu. Ef þú vilt vera sá sem að stendur upp í partíi næstu helgi og spilar Elton John I'm Still Standing og ert með myndband af Seðlabankanum þá ertu að fara að lesa Hagsjána. Því að þú þarft að vera undir að búið. Það er allt í hakk. Algjörlega, þetta er bara svona að þú vilt vera viðraðið hæfur í partíum í dag þá þarf það að skráða þessa póstlista
hvetjum ykkur til þess strax í dag. Herðu, síðast í bili Payday. Já, ég með spurningu búið Payday. Já. Á meðan þá ætla ég að spyrja þig, hvaða dóma fékkstu þér síðustu helgi? Síðustu helgi, ég fór í extra mínsólur. Það er dálítið mitt þing, sko. Já, ég nefnilega að vinna með nýtt. Ég fór í keto-pítsuna. Hefur smakkað hana? Herru, nei, já það eftir maður. Keto-pítsan, sniðut. Ási sá við mér. Ég var að panta hérna, ég held að það verið 2 tilboð. Tek hérna, ég tek alltaf núna Fiesta og eina dóttur. Já. Og það var keto svona ódýrt, það er miklu ódýrt. Já, það var eins og þetta sé eitthvað tilboð. Hann lætti henni með í lokin. Vistu bæta við 1800. Sniðut. Já, prófa einhverja ananaspítsu. Hawaiian bara gamla góða keto. Já, var hann góða? Sturluð. Botnin, hann var eitthvað svo allt annað yfirbræð heldur maður á ekkert kolvetni í þessu. Dominos í stöðuri fokkin vöruþróun. Þetta hættir aldrei. Djúvill er þetta gott fyrirtæki. Salute Dominos og svo eru þetta tilboðin gömlu góðu. Það er ekki allir sem átt sig á því að það er hádegistilboð. Viðstæra pítsu á matseðli og hálfslítra gos á 1990. Þannig að hvetjum ykkur til að kynna ykkur þessi tilboð. Það eru stórkostleg, byltingakent, myndi einhver segja. Mjög sniðugt. Algjörlega, en herðu. Farið rektina á þriðjudegi. Hlusta á föstudagsþáttinn og Pingjunni. Brenna vel, beint í hátíðstilboð frá Dóminni. Fara heim, gera ekki neitt. Panta 2 tilboð og hlusta á þriðjudagsþáttinn og Pingjunni. Það er bara domma dagur. Það er bara dagur. Algjörlega, það eru þessi kjöraðstæður. Það er dagur hins fullkomna djákna. Dagur hins fullkomna djákna, já. Þetta er season 13, dagur hins fullkomna djákna. Spurningin í búið Payday er hins vegar þessi. Hún er löflétt. Ég fann hérna elstu heimild endurskoðun á Íslandi og því að við erum að taka fyrir DK. Og ég ætla að biðja þig, viltu giska árið? Og ég ætla að gefa þér hint. Þetta var ekki fyrir félag, þetta er fyrir sveitafélag. Hvað sagðirðu? Þetta væri elsta heimild það að einhver rekstur á Íslandi hafi verið endurskoðaður. Já. 1765. Þú ert bara tæplega 200 árum frá því að rétt svar er 1872. Það sem að það er 100 árum frá, sko. Já, það fyrir eftir hver telur. Ég er farin að skilgreina ár. Ég skilgreini. Sko, ég fann hérna tilskipun. Þú upplifir þetta sem 200 ár. Já. Ég verð að bera virðingu fyrir því bara. Já, akkurat. Þú upplifir því þannig. Ég upplifir með annari plánutu og tíminn er mjög afstæðið þar. Sko, ég fann þessa tilskipun frá árinu 1872 sveitarstjórn á Íslandi. En þar voru gefin fyrirmæli reikningshald og reikningsskil hreppsnefnda. Þar segir meðal annars að hreppsnefndin skuli öll rannsaka reikningin eða kjósa mann til endurskoðan. Sama ár er gefin út samþykkt bæjarmálefni Reykjavíkur og þar er kveðið á endurskoðun bæjarreikningana. Ég fór að hugsa hvað Reykjavík þyrfti á þessa haldi í dag að vera ekki með einn endurskoðanda, heldur eiga bara allir að rannsaka reikningin. Já, sko maður veldur þessu fyrir sig bara hvernig þetta var endurskoðað náður. Menn gætu falið bara peninga út allt, sko. Miklu hérna áður, hvernig tínast 2 milljarðar í ársreikning Reykjavíkurborgar hérna fyrir ekki svo lengur. Þetta er ekkert mál að fela peninga í dag og svona. Ég er að segja bara svona hvað með dæmi? Hvernig felur þú peninga? Já, bara hægt að fara með á aflandsreikninga eða eitthvað, skilu whatever, ská fyrirtæki erlendis og svona. Hvað meinarðu? Þú veist, þetta er bara boður í fréttum. Ég er ekki að segja neinar nýfréttir hérna. Sjá svipinn á þér. Nei, ég er að segja bara, þarna var þetta þannig hérna áður að einhver var að selja bara kjötiðna maður eða eitthvað, bara segjum 1700 og eitthvað, hann var að flá og selja kjöt og þú veist, eitthvað svona. Svo kemur bara einhver skattstjóri, ríðandi á hesti, einhver fókiti eða svona og segist alltaf rukkanum skatt, sko. Sem væntanlega einhver 10 eða þú veist eitthvað þannig, sko. Þú segir þetta hétt 10. Hvernig, þú veist, í dag þá ætla fólk ekki að hætta fyrir að koma í svona 60% skatt. Já, ég veit það. Fyrir atvinnureikendur er það bara þannig í dag. Það er ekki. Ok, sorry. Nei, ég bara veltaði fyrir mér hversu einhvern veginn einfalt það hefur verið að á sínum tíma. Já, þú náttúrulega ekkert skráð bara og bókhald hefur bara verið Fugazi þá, sko. Já. Ég skil ekki hvernig menn mátu, þú veist, hvað væri 10 af þínu? Já. Kannski þú segir Fugazi, ég held að vera að tala um hann fyrir 200 árum, en svo er það bara svona ennþá í 1700 sveitafélaginu, sko. Það er bara, við glemtum við það 2 milljörðum. En herðu, Payday að sjálfsögðu. Hörðust, sko, við verðum að vera humble í dag. Við erum náttúrulega hörðustu Payday menn landsins. Og þeir eru búin að vera með okkur nánast frá fyrsta þætti. Já, bara okkar fyrstu samstarfsaðilar. En við erum að fara að taka fyrir DK sem er svona óbeitt keppinutur. Samt í rauninni, út af því ég fann skýrslu samkeppniseftirlitsins, þá er þessu skipt svo svakalega upp að það getur vel verið að þeir sé ekkert skilgreindir sem samkeppni.
gæti verið complementary því að whether you like it or not við notum Payday allt en bókarinn okkar tekur síðan gögnin frá okkur og situr inn í DK það held ég ljóti sannleikurinn í það mun vera breyting þar á hjá Payday já, klálega þeir eru á leiðinni á hraðri leið upp og ég hvet ykkur alla hlustendur til að bara strax í dag skrá ykkur í Payday já, ég er bara að tala um svona cold hard fact að við elskum Payday og viljum ekkert annað nota en staðan er einfallega svo að við sendum reikninga og sjáum launin og eitthvað fiffri í gegn Payday svo er það kannski bókað í DK svo þarf maður að vera með góðan bókara og það er tangarhald á bókurum í dag inn í DK þannig að ég ætla að gefa þeim smá kredit þetta eru brautryðjendur í hugbúnaðargerð á sín tíma Það tóku bara bókhaldsheiminn með stormi basically og það sem er áhugavert er að sko á þessari heimasíðu þá er saga fyrirtækisins skrifuð án persóna flettur þessu eitthvað upp eða? Mér finnst þetta mjög Já, þetta var svona dóltið dulið sko það er tímalína fyrirtækisins og það stendur bara stofnað 1. desember 1998 fyrsta vara á markaði ársbyrjun 2021 2001, ekki 2021 Já, 2001 segi, sorry það hefði verið helviti langur aðdragandi Það er svona eins og svona frekar hægvöru þróun sko Já, sem að, ekkert með það En sko, maður fyrir svona að velta fyrir sér Af hverju þarf ég að fara eitthvað að grafa upp hverju eru stofnendunir Af hverju þeir ekki getið á heima sig ég veit sko, en það er náttúrulega Ég fann það í einhverjum fréttum bara Já, ég líka, ég þurfti sko að fara í skemmuritgerð Til að finna þetta Og komst að því að stofnendur voru Brynjar Hermannsson Dagbjörn Pálsson, Guðmundur Breiðdal og Magnús Pálsson Svo bættust við fullt af öðrum hluthöfum að það setna Ársreikningarnir ná alveg til 2001 og eru fínir En á þeim tíma sá maður náttúrulega ekki tekjurnar En maður gæti séð þarna Afkomu bara og rekstrarhagnað Já, rekstrarhagnað fyrir afskriftir og fjárhagsliði Fjármagnsliði já Sko ef við stiklum hérna á stóru Þá fann ég hérna frétt að hluta af starfseminni var sko Nei, spólum aðeins tilbaka Ég ætla að fara bara beint í grein Samkeppniseftirlitsins Samkeppniseftirlitið gerði nefnilega grein 2018 þennan markað þegar ég held einhver hafi verið að reyna að kaupa Vice eða taka yfir Vice eða fjandan og þá kom fram og þeir nefnilega skiptis upp í sko fjárhagskerfi án aðgreiningar eftir virkni Já. Og samkvæmt þessu fjárhagskerfi án aðgreiningar það hljómar ekkert svona sérlega juicy sko Nei, hefur samkeppniseftirlitið einhvern tíma verið gott í að búa til góðan djús eða? Sennilega ekki Nei, ekki einu svona gott majónes sko Samkvæmt þessu 2018 þá er DK næst stærst með 15-20% hlutdeild en stærst hér á landi er Advania með 25-30% Svo eru Vice og Origo með 10-15% Þetta er árið 2018 og ég fór nú bara að hugsa að það er einhver rullukræði að hlusta þá er hægt að fara í smá roll-up á þessu markaði það er fullt af litlum svona, ef þú komast smá M&A juice taka svona nokkra litla, hendi eitt lítið böndul Sko, fyrir fjárhagskerfi með takmarkaða virkni Er það að tengja? Fjárhagskerfi án aðgreiningar eftir virkni og fjárhagskerfi með takmarkaða virkni Þá er DK með 65-70% hlutdeild Og þar á eftir koma Stólpi, Regla og Advania með 5-10% hvort Ég myndi giska að Payday sé komið þarna upp sko 100% Svo er hérna þriðji og ekki síðasti flokkurinn hjá Samkeppniseftirlitinu þar sem að Vice er stærst fyrir fjárhagskerfi með miðlungsvirkni Já, það er miðlungsvirkni Ok, svona, súmurum upp hennar markað Þetta eru semast 18 starfandi fyrirtæki og þeim var skipt í 2 flokka aukalega Sérlausni þróa frá grunni, það er DK, Stólpi, viðskiptalausnir, Regla, Payday og svona fleiri það sem eru frumkvölar og hugvit sem að bara fer að stað frá grunni Svo eru lausnir smíðar ofan á erlend kerfi og þetta er held ég fyrirferðarmesta mótilið og ber svolítið svona með sér að vera enterprise stórnotendur og þar kom inn Advania, Vice, Anata og Ruedenet og þau eru þá að byggja ofan á kerfi sem við þekkjum eins og Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics X, Oracle, SAP svo er eitthvað eldgamalt sem heitir TOC Þannig að þetta er svona markaðurinn í hnotskurn Eitt beauty sem er líka tekið úr þessari skemmtilegu grein við að byggja upp svona vöru og hasla sér völl er að hún verður mjög stykki Það þarf helvíti mikið til að þú hættir í Payday í dag Bjössi þyrfti eiginlega bara að koma með svívirðingar í gufunni til þess að fá þau til að hætta Og með DK
Þú veist, það bara leiðilegt að segja, en þessir bókarar þurfa hreinlega bara að drepast, skilur, til að þeir hætti að nota þetta. Ég var að fara að segja þetta, þegar þú ert komin inn, þá ertu komin inn. Já, bara svona ákveðin kynslóð af bókurum, skilur. Þetta er ekkert addinum helgar inn út, skilur. Þetta er, when you're in. Hann var að tala lásinn sem það á hjólinu mínu. Ég með svona lás sem er inn, út. Engin lásinn. Sko, þessi könnun sýndi að 5% viðskiptavina skiptum svona kerfi á ári og undir 20% skipta á 5 ára fresti. Þannig að þú getur séð það. Þetta er ógeðslega lítill hreyfanleiki á þessu markaði. Og til að toppa það, með tillit til aðgangshindrana, þá kom sérstaklega fram að erlendir aðilar eiga erfitt með að komast inn á íslenska markaðin því að þeir sjá mikinn kostnað í sértengingum. Þjóðskrá, Hagstofa, tengjast öðrum innlendum kerfum, bara svona tungumálaörðuleikar og fleira. Þannig að ég er síðan með einn aukabút sem að Samkeppniseftirlitið nefndi ekki, sem er að samaskap... Já, Pínu Juice, sem að hefur svo sem bara verið nefnt allstaðar. Kreistu við mig. Og rólega það... Hvað er þetta? Kreistu þetta? Og annað svona sem var helviti snjallt með DK, allavega heyrði ég á sínu tíma og á ennþá við í dag, og er í rauninni bara risastór aðgangshindrun, er að bókhaldsstofunar eru á allt annari verðskrá heldur en notendur. Sem gerir það verkum að bókarinn er í rauninni key decision makerinn upp á hvað kerfan velur. Eða hún. Og það sem þú varst að tala þau þurfa bara að deyja til að það sé skipt. Það er svolítið staðan. Kerfið er í rauninni hannað fyrir bókara, ekki endurnotendur eins og okkur, sem að viljum senda reikningana sjálfur, launin, jari. Þú veist, við bara skiljum þetta ekki, þetta er þungt kerfi, en bókarnir elska DK. Og þetta er náttúrulega kent bara, þú veist, í bara náminu. Ég kem inn á það, býttu nú að, en jú, þetta er held ég 1 af 3 kerfum sem er kent á þegar þú ert að læra að vera löggildur bókari. Og þetta snýst allt lyklana, þú lærir að leggja einhver svona bókhalslykla á minnið og verður fljótari í þinni vinnu, sem er bara allt í góðu. En ástæðan fyrir að þetta er svona stykki á bókhaldsstofunum er að þau eru að fá þetta á allt öðru verði heldur en endaneytandinn. Þannig að fyrir einhvern annan að fara í samkeppni, þá þarfst í rauninni á að samfara bókhaldsstofuna og hún er á svo góðu verði og kickbacks að þau eru aldrei að fara að skipta. Þannig að þetta er ógeðslega stykki. Þetta er áhugavert. Og ég með dæmi, mér var bent á hérna, þú kaupir þetta í budsum, þú kaupir hverja 10 aðganga og sem dæmi var gefið hérna 20 aðgangar kosta 54 skall. Sem er 2700 kall aðgangurinn. Og ég fletti því upp. Það er verð sem að, ef að við hérna, pingjan, ætlum að fara í, ég bara taka dæmi, ætlum að fara bara í minnsta pakkan, þá kostar viðskiptalaust 11.495 krónur á mánuði, pluss vask. Þannig að þá vantar vaskinn. Peiti á sama tíma 3 og 9 fyrir okkur félagana. Þannig að við erum aldrei að fara að skipta. Gargálhátri þar, sko. Já, við viljum báðir vera með aðgang. Það er frítt í flestum öðrum kerfum, þannig að kostar 7.722 krónur aukalega að bæta þér við. Það er ekki innifæli launakerfi eða rafræni reikningar, sem er basically eina sem við notum okkar í. Þannig að ef við ætlum að fá rafræna reikninga líka, þá er það 1.129 aukalega. Og greitt sérstaklega fyrir skeitasendingar, sem ég veit ekki hvað er. Dýrasti pakkin hjá PT er þéttur. 6 og 9. Já, akkurat. Þannig að þú veist, þú sérð sko, það er eiginlega með verðinu. Nei, ekki, allur pakkin, Jesús. Já, 9 og 9. En sko, fannst þetta eitthvað skrítið líka? En já, þú veist, maður spyrir sér svona, af hverju er þetta svona dýrt? Af hverju eru ekki að stýra okkur í ódýra verð? Því þetta snýst bara bókarana. Tangarhaldið er að ná bókarunum inn og þau eru þá biluðum dýr að þau eru aldrei að fara. Þannig að galdurinn nati minn liggur í bókarunum í þessu markaði. Samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir árið 2019 var stærsti hluthafinn félagið Haf Investments með 18% hlut sem var í eigu Hafþórs Hafliðasonar, er í eigu. Og þar kom fram að hann fekk, var í eigu. Já, ég vil ekki aðeins að fara yfir það. Já, ég ætlaði náttúrulega að taka þetta fyrir bara með, sko, það náttúrulega kom fram í fjölmiðlum, þau voru keypt í lok árs 2020. Já. Fyrir 3,5 milljarð. Já, akkurat. Sorry, ég hljópi yfir mig. Já, ekkert stress, sko, en það var vissilega Haf Investment, sko, sem var stærst, með 18% hlut og var í eigu Hafþórs Hafliðasonar. Já, svo var slatt eftir ennþá í eigu... Já, það kemur þetta fram, sko, hann fekk í rauninni sinn hlut 600 milljónir við viðskiptin, við söluna. Og svo voru sko 6 núverandi og fyrrverandi lykilstarfsmenn með 12% í félaginu hvert sig og þau voru að fá 400 milljónir fyrir söluna.
Ef ég að segja alveg eins og Þar meðal eru Dagbjartur og Magnús, þeir eru bræður, Pálsynir. Já, akkurat, stofnendurnir. Ég verð að segja að þetta það sem ég finnst jákvæðast við DK af öllu, því að mín upplifun af hugbúnaðanum og þjónustu og öðru, svona freka neikvæð, á þess að reyna, við horfum bara á þetta hérna, en það að svona margir lykil starfsmenn hafa fengið hlut finnst mér mjög virðingaverð. Algjörlega, klálega. Mjög svo við bara ræddum í síðasta föstudagskaffi, þetta er lykillinn. En þetta náttúrulega eigu Hollending í dag og eiginlega Kanadabúa, þannig okkur alveg sama. Okkur þú allar að urði yfir það og ég sagði höldum okkur aðeins hérna. Nei, en þú veist, eins og ég segi bara hérna, við höfum ekkert út á fyrirtæki að setja sko, þú veist, þetta er bara þú ert að koma með einhverja smá urðu hérna, en þetta vissulega ekkert launung á mála, þetta svona outdated, doldið svona útlitslega séð, skilurðu? Já, akkurat. Og þetta þungt og svona mest megnis bara handa bókurum, sko. Já. Þannig að svona fyrir okkur, hinn almenna góðum, þá þetta náttúrulega erfitt að... Þetta bara ekki go-to hjá fólki sem að fara stað í rekstri, að fara í DK og ég held þeim sé skítsama. Þau eru að búa til einhverja lausni sem eru aukalega fyrir og jari. En in the end þá einhvern veginn virðast þau bara liggja að helviti stikk í markaði. Og stórfyrirtækin færa sig hægt og seint í þessu. Þau eru seinfara? Já, ég að hugsa að geyma mína svona persónlegu sögu að þessu bara hanga til í lokin. Já, ok. Þá býðum við með það. Já, en sko, til að koma inn á það, út af því að mér langaði bara að stikla á stóru, tímalínan þeirra sjálf, eins og ég segi, hún snýst ekkert persónur, þau segja það á einhverja 5 ára fresti hvað með marga notendur. Þannig að ég sló því upp og tók það saman. Og svo ég með smá hérna fyrirtæki sem keypti. Varstu búin að kynna það? Já, þú veist, ég veit bara ég raun ekkert í þaula. Ef þú ert búin að því þá það bara flott. Sko. Já, sko, það heitir TSS og eitt stærsta hugbúnaðarfyrirtæki í Hollandi. Já, Total Specific Solutions. Já, mjög þjált og leiðilegt. Starfar á svokölluðum Vertical Market Software sem sem sagt þessi angi að þau eru að fara inn í, hvað heitir þetta aftur? Þau eru að fara inn í kerfi sem eru, ég held það með ég kalli þetta mission critical, þú verður að hafa bókald, þú kemst ekki upp á þess að vera með bókald í fyrirtækinu. Þannig að þegar þú ert búin að velja kerfi þeirra þá ertu einhvern veginn bara, þetta miklu meira stikki þegar þú kemst inn á vertical market software, frekar en bara einhver ein lausn. Ég ekki náðu að koma þessu nóg vel frá mér. Allavega, út af því að hluti af strategínu hjá móðurfélaginu, Constellation Software sem á TSS, að kaupa bara hugbúnaðarfyrirtæki sem eru svona grunnviður inn í bara svipa á bókunni fyrir mörg ferðaþjónustu fyrirtæki. Þú getur ekki verið með heimasíðu og svo erum við bókunarvél, bókun er heimavélinn, kaupum það á til að þau eru aldrei að fara að skipta, það er svo erfitt fyrir að skipta, jari. Þessi svona angi. Eitt með það, googlaði núna Mark Leonard, hann er kallað The Maverick Capitalist. Það er stofnandi Constellation Software. Þetta er fyrirtæki skráð á markað í Kanada og þau eru með þá strategi að kaupa svona fyrirtæki út allan heim og selja þau aldrei. Mér finnst það mjög hörð stefna, ég ætla að fara að segja. Þau selja aldrei. Mér finnst það grjót hörð stefna og líka bara þessi hugsjón að fara bara inn í fyrirtæki sem þar sem að viðskiptavinurinn er svo háður viðskiptasambandinu sko. Þetta er fallegt módel en Sagan segir að hann hafi selt 1 fyrirtæki á ævinni og hann sér ennþá eftir því þann dag í dag. Ég held þetta séu komin, hvað var þetta? Það var alveg slatti sem þeir eiga. Bara TSS á heldur. Kanadamaður, hann er virði 2,3 miljard bandaríkjadólara. Já, hann er loaded. Mark Leonard. Ég skal taka yfirferð hann er sko, a billionaire. Já, hérna til að taka aftur með Vertical Market Software að hugbúnaðar geirandi sem hann einblínir á eru heilbrigðisþjónusta, fjármálaþjónusta, lögfræðiþjónusta, sveitafélag, ríkisstjórnir, smásölur, fasteignasölur, lögfræði og fjármálaþjónustu. Og þú veist, ef þú kemst inn í sveitafélag. Þetta er eiginlega bara allir angar bara viðskipta lífs sko, eða þú veist. Já, þú veist, þú sér þarna að hann lætur veitingastæðil í friði, þeir fara á hausinn og... Þetta er ansi vítt sko. Það má kannski segja saman sveitafélag, það fer að vera risky bet, þau fara alltaf á hausinn. En þetta er allavega, þetta er mjög áhugaverður gæi og sást ekki myndin á hann, Mark Leonard. Jú. Hann er bara eins og jólasveinn. Já, herru, já, what? Ég fekk einhverja alltaf aðra mynd upp. Nei, þetta er maðurinn sem á DK í dag. Wow. Mark Leonard Constellation. Þetta er alveg, þetta er fígúra útaf fyrir sig. Þessi kom upp hjá mér sko. Já, þetta er bara, þetta er Brynjar Níelsson eða eitthvað. Þetta er ekki hann. Herru, einmitt, wow. Þetta er svakalegt skegg á honum. Já,
Allavega, þau kaupa þetta af þeim 2021 á 3,5 miljard þannig að við þurfum ekki að vera með þetta en ég tók hérna saman, þeir eru búin að greiða sér arð frá hvað var það? Var ekki 2020, 2021 Já, ég tók svona smá meðaltal hvað þetta lengi að borga sig upp, kaupverðið Já, einmitt Ef arðgreiðslur haldast Já Sko, einmitt, þetta náttúrulega sko 2018 170 miljónir, 2019 110 miljónir 2020 hvort það verið 200 árið 2020 Árlána 219 2021 2021 já 150 2020 þetta virðist vera nokkuð arbært já eða hvað við sjáum til já, alltaf að líta á hlutföllin þetta lítið mjólkubú já mjólkubú hugbúnaða manna ég alveg hræddur það já. En heyrðu á ekki bara að dempa mér í ársreikningin eða Jú þetta náttúrulega eins og þú segir auðvitað í 100% eigu TSS Blue Dynasty Holding EHF það auðvitað stofna Íslands félagi kringum þetta já sem svo eigu TSS Europe BVF sem sko frá Hollandi og hann samt kanadískur eða ekki Jú, sá á Constellation Constellation, ég skal taka þetta í næsta föstudagskaffi Jón Björnsson að koma þá en Constellation á 6 mismunandi félög sem eru rekin sér og hann kallaður svona Warren Buffett hugbúnaðargerans út af því að hann treystir algjörlega á sjálfstæði stjórnenda og það góð gild regla held ég Já, ég veit ekki hvort það sé niður alla línuna en allavega þeir sem stjórna þessum 6 rekstrareiningum hafa mjög mikið frjálsræði svo lengi sem ákveðni metrikar standast Herru, frábært og herru, við ætlum að byrja þá bara á rekstrarreikningnum sem í boði inkasso. Já. Og þetta helst allt bara svona í hendur, einhvern veginn. Já. Payday inkasso, Já, það hægt DK. Það meira hægt að tengja DK og inkasso. Já. Það bara alveg fully functional. Já. Þannig að henda mjög vel fyrir viðskiptavinni DK að fara í inkasso. Einmitt, já. Inkasso alls staðar. Þeir eiga að vera alls staðar. Já, auðvitað. Menna, það þurfa allir að innheimta. Já. Þetta bara nauðsynlegur partur í þessu og ef það einhver svona skömm eða eitthvað, sko, bara gleymdu því. Því að við vitum að það er stór hluti, 95% skuldara sem eru ánað hjá inkasso. Þannig að, sko, sumir horfa á þetta sem eitthvað svona tabu eitthvað, nei, ég ætla ekki að vera að senda innheimtu þjónustu á þennan eða eitthvað svona. Nei. Bara gleymdu þeirri hugsun, skráðu inkasso og láttu þau sjá innheimtuna. Já, það var sem ég voru að segja, ekki senda þetta sjálf. Skráðu bara til inkasso, þau sjáum þetta, þau gerum þetta mannulega. Alveg vel þreytandi að vera að senda og reka eftir fólki, sko. Ekki það, ég þurfa að lenda í mikið í dag, en það hefur verið þannig. Við erum mjög hefðir. Í fyrirtækjarekstri. Við erum með yndislega samstarfsaðila sem að standa sig alltaf. En herðu, við þökkum inkasso kærlega fyrir samstarfið og hvetjum ykkur til að kíkja inn á inkasso.is og kynna ykkur málið. Akkurat. Nú, herðu, rekstrarreikningur, byrjum á tekjunum. Og DK var að hala inn tæpum 2 milljörðum, 1960 milljónir á árinu 2021. Og þetta að mér sýnist, þeirra besti árangur til þessa. En tekjuvöxturinn hefur verið svona nokkuð hjá þeim síðustu 4 rekstrarár. Sko, erum með 38% vöxt frá 2018, frá 2018 til 2021. En svo á milli 2020 og 2021 eru þeim með 17,8% tekjuvöxt milli ára. Sem nokkuð laglegt, ég ekki alveg, sko, ég hefði einhvern veginn samt haldið að þetta væri að fækka, eða þú veist, að þetta væri ekki svona hraður vöxtur á minnstakosti í gangi núna, síðustu ár, sko. Ég hef heyrt insider scoop hvað með það? Frá, Ég hafði haldið að þetta væri svona frekar að hnigna kannski á, þú veist, verðlagi. Það er eitt, ég er búin að vera að reyna að sitja á mér. Það er eitt óþólandi við DK sem við verðum bara að taka til sín. Okay. Þau rukka fyrir þjónustuna. Já. Það er gjörsamlega galið. Já, þú meinar, Það er gjörsamlega galið. Já, bara fyrir eitthvað auka. Já, ef þú lendir í vandræðum hérna og þarft að fá einhver aðstoð, þá sendaðu þið reikning fyrir því. Og ég hef heyrt þetta frá fleiri fólki en mér sem ætlaði að reyna að læra á DK og réði ekki við eitthvað, sendi tölvupóst, heyrðu, hvernig virka hérna fjárhagsbókhaldi, bla bla bla. Ég fekk reikning fyrir því. Þetta er svo ljótt, sko. Já, en það er eitt sem er búið að vera að benda á, helvits hollendingarnir, það er hægt að blóta þeim, að mér var sagt að þetta er búið að aukast eftir nýja eignarhaldi. Þannig að við getum kent hollendingunum það, því að það var víst þannig að þú varst búin að vera lengi og varst komið starfsmann sem þú þekktir á hana, geti.
Það að gerast hérna með kreditreikningi, debit og kredit stemmir ekki og þá var hægt að aðstofa þig. Nú þetta bara harðalínu stefna bara reikningur beint í smetti á þig. Og reikningurinn og þjónustugjaldi getur hæglega orðið hærra heldur mánaðagjald sem þú ert að borga, sem fyrir þokkalega hátt. En það sést þetta á milli 2020 og svo 2021, þetta náttúrulega keypt alveg í loka árs 2020 og það bara 17,8% tekjuvöxtur milli ára. Já, það er svakalegt með að við, sko, veist, ég get ekki ímyndað mér að hafi komið einhver bylgja af nýjum viðskiptavinum endilega þarna 2021, sko. Það reyndar annað. Það fjölgaði fyrirtækjum held í COVID, sko, skráningum. Ég að fatta að tímalínan hjá mér alveg í hakki hérna, en þeir eru með erlenda starfsemi líka, þannig að maður þekkir ekki áhrifin á því að Hollendingarnir kaupi og mögulega ná að taka nýja viðskiptavinni annar stað frá. Ég þekki ekki. Það er náttúrulega engin sprett á þetta bara. Þú veist, það ekki hægt að lesa allt út úr ársreikningum. Nei. Þannig að við erum bara fabulera hér. Herðu, með þessar tekjur, 1960 milljónir, það flokkast að mestu sem sala á vöru og þjónustu sem telur 1926 milljónir og svo 35 milljónir í aðrar tekjur. Og það endurgreiðsla vegna þróunarverkefna samkvæmt ársreikning. Já. Rannís. Já. Give me some money, Rannís. En þar með eru tekjur upptaldar, en segðu mér samt einhverju, sko, hvernig þessar tekjur tilkomnar hjá þeim? Þetta einhvers konar kommiss, eða þetta bara tímavinna, eða þetta bara pjúra áskriftir? Þú ert náttúrulega búin að nefna áskriftir, þú ert búin að nefna þessi rukkum fyrir þjónustu. Eitthvað fleira, einhverju tekjuangar? Sko, ég skil ekki þessa verðskrá fyrir mitt litla líf. Nei, eitthvað kommiss þarna? Nei, en það sem ég get sagt sko, þetta orðið að maður myndi segja þetta væri SaaS, en þetta skiptist í ákveðnar mismunandi viðskiptalausnir. Já, software as a service, fyrir ykkur sem að þekki ekki hugtakið SaaS. En það líka inn í þessu eitthvað sem heitir hýsingaþjónusta. Já. Það sem voru að hýsa held ég hjá þeim í skíinu. Já, það DK-vistun. Já, það? Já, það dótturfélag. En svo líka bara, eins og ég sagði áðan, alls konar aukagjöld. Þú borgar aukalega fyrir tengingu, þjóðskrá, bókararnir á allt öðrum kjörum. Þannig að þetta svona all over the place. En svo eru náttúrulega þjónustekjurnar líka. Sem eru sendið reikninga fyrir. Fyrst þú kemur inn á viðskiptavinnuna og til að ég sleppti í minni tímalínu. Þetta svolítið, við þurftum að fá endurskoðanda á umfjöllunina til að þetta stemma aðeins betur. En sko, þetta stofnað 98 fyrir loftið 2001 og þetta svona það sem ég ást áhugavert. Þau eru komið 1000 kuna 2004, þannig að það tekur 3 full ár að ná 1000 viðskiptavinnum. 2008 eru komið 3000. Svo var viðtal 2009 þar sem voru komið 6000. Á milli 2008 og 2009? Já, þannig, en það samt örugglega að fara að taka hægast á þarna, búin að metta markaðinn. Svo annað viðtal núna 2021, þar sem hún segir, held ég, Hulda, hún heiti framkvæmdastjórinn eða markastjórinn, að þau eru komið tæplega 7000 viðskiptavinni, þannig að það viðskiptavinni vöxtur á milli ára, en þau eru með einhverja 6000 í þessari hýsingaþjónustu og óbeint 30.000 fyrirtæki. Sem að segja okkur þá, þú veist, einn bókari telst örugglega sem viðskiptavinnur, en hann með 10 að kánta margkvældisáhrifin af því einhvern veginn. Þannig að þetta eins fyrirtækis. Þetta ekki fyrir meðalgreindan að koma með góð gisk án þess að vera bara tekin út í skúr og fjörfléttur. Sko. Það eins gott að við séum ekki meðalgreind, þannig að við ætlum ekki að fjalla meira um þetta. En nei, þetta er áhugavert að spá þessu, en kannski verðskrá fyrir lengra komna. En til að loka tekjunum þá tók ég að sjálfsögðu tekið per starfsmann, það eru 29,7 milljónir á kjaft þar. Og það yfirleitt þegar maður sér svona verðskrá, þá spyrir maður bara, hvað er þetta að fela? Hvað verið að fela? Akkur ekki bara pricing per month? Hvað verið að fela? Já, algjörlega, þetta svona. En herðu, gjöldin, kíkjum á þau, sko, hér vörunotkun upp á 243 milljónir. Og Guð má vita hvað fellur þar undir. Þetta auðvitað hugbúnaðarlausn en ekki fysisk vara, sko, þannig að ég var erfitt með að svara því hvað fellur þarna undir. Vörunotkun, þetta náttúrulega sama bara kostnaðverð seldra vara. Já. Þannig að ég veit ekki, þetta eitthvað í hug, ég meina. Hvernig það ekki alltaf með Rannís að þú þarft að kostnaðarfæra launakostnaðin til þess að fá hann afskrifaðan eða hvernig var það? Eikfærir launakostnaðin til að fá hann afskrifaðan? Ég man aldrei hvernig þetta er. Eitthvað Rannís-svif. Kemur allavega ekkert fram undir laun og launatengd gjöld í skýringunum? Nei.
En allavega hvað sem því líður þá eru fleiri útgjaldaliðir hérna. Það laun og launatengt gjöld, það eru skal ég segja 1065 milljónir króna þar. Kannski þetta kickback til bókarana. Hvað segirðu? Kannski þetta kickback. Já, ég var einmitt að spá í aðan þá, þú veist, það var það sem ég var einmitt með kommiss, sko, hvort að þetta sé eitthvað þannig. Gæti verið, maður hefur heyrt í mig sögu líka einhverja bókaldstofur og þeir fá greitt hluta af mánaðartekjum. Einmitt, þetta áhugaður punktur en getur verið að líta fram hjá einhverju mjög augljósi, sko, en ég bara sé það ekki alveg í augnablikinu. Nei. Ekki svona live. Herru, eins og ég segi, laun og launatengt gjöld 1065 milljónir, af því eru hrein laun 865 milljónir og það eru nú skráð hérna 66 ársverk og sko það að gefa tæpa 1,1 milljón í mánaðarlaun á meðaltali. 1092 eða þú veist, 1.092.000 krónur á haus og svo kemur samt fram hérna laun framkvæmdastjóra voru þau voru engin á árinu 2021 en árið 2020 voru þau hvorki meira en minna en 117,3 milljónir króna sem eru þetta bara tæpa 10 milljónir á mánuði, sko. Það alveg tjekki, en svo voru þeir náttúrulega tveir þetta bræðurnir, báðir framkvæmdastjórar. Dabbi og Maggi. Já, þannig að maður veit ekki, sko, hvort þetta sé deilt á 2 eða jafnvel fleiri. Þannig að hérna, en allavega, ef þetta var bara 1 framkvæmdastjóri, þá er þetta 10 milljónir á mánuði og ég á nú samt bátt með að trúi. Herru, það eru fleiri útgjaldaliðir hérna, skrifstofu og stjórnunar kostnaður. Það telja 188 milljónir. Það er svona, já, bara allt tilfallandi, sko. Svo líka annar rekstrakostnaður hérna fyrir 121 milljón og sjá nú sjálfna sundurliðun á þessum liðum, sko. Þú veist, þetta er eitthvað í hug sérstakt, er þetta bara væn og dæn eða? Ég er að kokka upp kenningu hérna með þessi vöru. Leigan og fleira. Ég var ekki búin að spá í þessu, sko. Nei. En herru, allavega, gjöldin eru þar með upptalin, samtals 1616 milljónir króna. Þá fáum við EBIT upp á tæpar 344 milljónir króna sem er 17,5% framlegð. Og ég hefði einhvern veginn haldið að svona SaaS félag, software as a service, eigi að vera með hærri framlegð. Já. Þó að þessi framlegð sé vissulega ekki slæm, en þau eru búin að vera alveg yfir 15%. Þau eru búin að vera yfir 15% síðustu rekstrar ár, fóru í 23% hérna árið 2020. En með svona meðal EBITDA framlegð hjá svona SaaS á markaði, sko, er talsvert hærra, sko. Almennt, þannig að hérna, ég veit ekki hvað er að klika þarna. En allavega að lokum, áður en við höldum í afkomuna, þá eru hérna einhverja afskriftir í frádrátt upp á 35 milljónir sem er vegna áhalda innrétting og tækja. Svo eru þau hérna með netto fjármagnstekjur upp á tæpar 13 milljónir. Og þetta er að skilja okkur eftir með tæpar 322 milljónir króna í hagnað fyrir skatt vissulega og hrein afkoma er því rúmar 264 milljónir króna. Og það er 13,5% hagnaðarhlutfall. Og þú veist, er frekja að biðja meira hér? Nei, ég veit ekki. Ég bara einhvern veginn hefði haldið að við varum að við varum að sjá hærri framlegð á þessu rekstri, en þetta er bara auðvitað flott, þetta er prentvél að einhverju leiti auðvitað, en bara miða við að þetta sé hugbúnaður, sko. Það eru vissulega 66 manns að vinna í kringum þetta, sko. Já, það er ekkert smáræði, sko. Nei. Þannig að hérna launakostnaðurinn er bara meir en helmingur, sko. Já. Ég er bara farin að halda að þetta er bara örugglega þrusu vinnustæði til að vinna hjá. Já. Með við launatölur allan. Sem viðskiptavinur ekki sáttur, sem launþegi, þá væri ég örugglega drullu sáttur. Alveg bótið. Veistu hvert þið fóruð til útlanda? Fóruð þið ekki einhverja árshátíðarferð eða ég veit ekki. Kannski fóruð þið bara til Hollands eða Kanada eða eitthvað, ég veit ekki. Og þetta belgja sig út af síld þarna út í Hollandi, sko. En herðu, allavega bara eins og ég segi, ágætlega vel gert hjá þeim. Ég er ekki að segja annað en þau vissulega eru hérna eins og ég nefndi á hann að greiða sér út arð, launa sér stritið, greiða út 219 milljónir og eins og ég segja árið áður 150. Svo eitthvað, þú veist, þetta er búið að vera svona mjög stabílar arðgreiðslur eitthvað síðustu rekstrarár. Þannig að það má alveg segja að þetta sé hreinræktuð peningaprentvél, sko. Já, það er búið ár frá ári. Já, en herðu, þá dembu okkur í efnahagsreikningin, hann verður nú ekkit sérlega langur. Ég ætla að hafa hann í boði þá Keldunar og
Þú varst nú með einhverja fréttir þaðan. Nú, býttu. Já, varst eitthvað blaðrum það hérna áðan með Kodiakin. Já. Og við ætlum varum jafnvel farið að spá í því að halda aðra kertafleytingu. Já, það verður kertafleyting inn í sumarið fyrir Kodiak. Já, fyrir þá sem eru ekki að nota Kodiak. Já, á fjármálamarkaði, Guð blessi þá. Já, og við ætlum að kveikja á kertum hérna við tjörnina fyrir neðan Seðlabanka. Já. Litlu tjörnina sem er á milli Seðlabankans í Kópavogi og Leynistaðsins. Ætlum að kveikja á 3 kertum. Já. Og líka bara í raun fyrir alla þá sem er ekki að uppfara kelduna daglega. Og það má alveg senda okkur nöfn, bara svona nafnalista yfir þá sem er ekki með Kodiak en vinna hjá fyrirtæki sem er skráð. Og við munum svona vera með mynd og... Já. Ég er ferlega ánægður með Kitta á lensaran hjá keldunni. Það er mikil nýsköpun búin að eiga sér stað hérna. Það er hægt að sjá bara yfirlit allt. Það eru vextir Seðlabankans, það langar reyndar engum að sjá það núna. Nei. Það hækkaðir í síðustu viku en það er hægt að sjá bara alla daglán, dráttarvexti, meginvexti, svo eru millibankavextir og svo eru bara þú veist, það er komið kryptó og það er gjaldeyrismarkaður og það er neikvæð ávöxtun sjóðana og skuldabrifin og þetta er endalaust. Þetta er bara hrein ræktum miðstöð fyrir fjármála kúreka. Ertu enn og aftur að skjóta á líbana? Nei, neikvæð ávöxtun líbana? Það er ég ekki að gera. Ég óska þeim bara velfarnaðar. Já, ég sé að heyrðu, þetta er svolítið sniðugt, þetta er nýtt. Líbarnir hafa lobbyað fyrir þessu, það er allt í nú komið inn 10 ára rammi. Þetta hefur aldrei verið þetta. Þá er aftur komin raunávöxtunni í plús. Geti, er ekki hægt að bæta hann sem að telja 10 ára ávöxtun? Við þökkum keldunni að sjálfsögðu kærlega fyrir diggan stuðning. Þeir sjáum okkur dagstaglega. Bara, þeir eru einnig búin að vera bara nánast frá upphæði. Bensín í vélarpingjunar. Algjörlega. En herðu, þá skulum við hefja yfirferð hérna á eignum. Og það er nú eitthvað fasta fjármuni hérna. Þetta eru varlegir rekstrarfjármunir. Við erum með áhöld innréttingar og tæki fyrir 99 milljónir króna á bókfæri virði. Svo er hérna eignarhlutur í dótturfélögum. Það er einmitt DK Vistun EHF sem er þetta ský. Já. Sem að þú ræður og það er alveg þokkalega tenging við skýið, hér eru alla leiðbeiningar varðandi tengingu við skýið DK Vistun. Þannig að emitt, það er dótturfélag í þeirra eigu er að velta í kringum 700 og eitthvað milljónum held ég. Já. Gott ef ekki. Var það ekki? Jú. 2021 774 milljónir í veltu. Og þetta er hýsingaþjónusta. Já. Okay. En svo eru hérna eignarhlutur í öðrum félögum, það er nú bara fyrir litla 750 krónur og það er félagið Unimaze EHF sem er fyrirtæki sem að sérhæfi sig í skeytamiðlun sem er bara svona, þú veist, rafrænir reikningar. Já, hér áður held ég Sendill.is. Já, þetta er að stæðsum hluta í eigu Origo, 2021 allavega, 60% og þau fara nú með bara einhvern smá eignarhlut í þessu. Teka bá og Jón Fokkin Björnsson. Já, hann er inn í öllu, sko. Hann er inn í öllu. En herru, svo lókum skatt eign fyrir 2,2 milljónir króna og samtals fasta fjármunir 102 milljónir. Svo er hérna náttúrulega það sem ber að nefna, þau voru náttúrulega eignfæra lengi vel þróunarkostnað. Breyttu því 2021 og kemur fram hérna í skýrslunni. Árinu 2021 breytti félagið reikningsskila aðferð fyrir þróunarkostnað. Samkvæmt fyrri reikningsskila aðferð var þróunarkostnaður eignfærður. Samkvæmt nýju reikningsskila aðferðinni er þróunarkostnaður gjaldfærður þegar hann fellur til. Þannig að það er náttúrulega það sem að getur auðvitað verið að gerast hér er að þróunarkostnaður sé að fara undir koksið sko. Eins og ég giskaði á. Kostnaður verður seldra vara. Já. Og hérna, þú veist, það er ekki hefðbundið samt, sko. Ég veit ekki, er það ekki? Ég veit ekki. Það gæti verið annar ekstra kostnaður að... Ef það er einhver sem ég treyst á landinu til að vera með þetta upp á 10 í ásreikning, þá er það fyrirtæki sem að býr til flestar ásreikning á landinu. DK hugbúnaður. En þetta er algjörlega, þá bara kannski leiðrétt við það hér með enn og aftur, þetta eru bara fabuleringar hjá okkur. Já. En þetta er gísk. Býttu, hvenær sér þetta byrji? 2021, þannig að það make sense. Þau voru ekkert búin að vera með kostnaðarverð seldra vara held ég á undan. Jú, ég er komin aftur til 2017 hérna. Erum með 74 milljónir. Já, ok. Þetta er eins og maðurinn sagði, Addin, hann er ekki gáfaður, hann er træðgáfaður. Já, ég veit nú ekki hvað sagði það. En herru, þá skoðum við bara hérna, förum við yfir í veltufjármunni. Þar eru við með 296 milljónir rúmar og þar ber handbært féhöfuð og herðar yfir aðra stærðir. 200 milljónir þar, maður sjá, hérna er þetta,
200 milljónir, já, sneisa full hjá þeim Pingjan í loka árs 2021. Svo erum við hérna með viðskiptakröfur upp á tæpar 68 milljónir, kröfur og tengda aðila fyrir 10,5 og svo aðra skammtímakröfur upp á 18. Samtals 296 milljónir og heildareignir 389 milljónir króna, takk fyrir. Nú skuldirnar, enga langtíma skuldir, þau eru bara skuldlaus, gjössanlega skuldlaus held ég að það hafi greitt allt niður bara fyrir þarna 2020. Já. Það eru þó einhverja skammtíma skuldir hérna, skulum nú sjá, þetta bara þessi gamla góða kreðsa, viðskipta skuldir 36,8 milljónir, skuld við tengda aðila 31,5, aðra skammtíma skuldir 203 og tekjuskattur til greiðslu 17,6 og þetta að sjálfsögðu allt í milljónum. Og þetta nú slatti af skammtíma skuldum, þetta að skilja okkur eftir með veltu fjárhlutfall í rétt yfir 1,03. Prófnefndin svona, prófnefnd viðurkenndra bókara, hún nokkuð bara svona, hún róleg yfir þessu en það verðt að halda vel á spöðunum hérna sko. Já, akkurat. Viljum ekki fara að síga allt og langt niður fyrir ásinn í veltufjárhlutfallinu. Ekki hitta á PSA, búið með hálfa flösku af rauðvínsið ekki. Nei. Ekki þegar þú segir hún að veltufjárhlutfallið sé að tæpast af aði. Nei, það ekki fræðilegt. Ég gleymdi því. En herru, heildarskuldir eru samt sem áður hérna 289. Það gerir 72,6% skuldahlutfall en sjálfsögðu allt þetta bara skammtíma skuldir og þar með eru skuldir upptaldar og svo það bara gamla góða eigiféð. Þar erum við með svona, bara svona marktækasta stærðin hérna og langstæsta sko eigiféð samtals 109,2 milljónir en óráðstafað eigiféð auðvitað hæst 102,7 þannig að þau hefðu náttúrulega getað pungað út meiru í arð. Bara spurning hvenær skynsemin bara yfirsterkari sko, maður veit ekki, kannski eru það að sjá fram á eitthvað, vesen. Já. Það greiði þetta ekki bara allt út. Já, talandi það þegar skynsemin tekur við, ég hérna aðeins að fletta upp Constellation, móðufélaginu. Já. Það að treyta á 8-10 sinnum price to earning. Já, það nú nokkuð. Og 5-7 sinnum price to sales. Ég var svona að hugsa best að taka bara þátt í þessu deka og ævintýri og kaupa bara hlut og hætta að væla. Þetta aðeins svo dýrt. Þessi SAS eru alveg sko. Þetta mikið, 80. Þetta áhugavert. Já, akkurat. En allavega þá, eins og ég segi, EIF 109 milljónir samtals og þar með bara ársreikningurinn upptalinn. Og ég svona, ef ég á að draga þetta saman, þá náttúrulega þetta auðvitað prentvél, þetta þannig að þetta þannig módel að kúnarnir eru rosalega háðir. Já, mission critical, vertical market, háðir þjónustunni og þegar þú ert komin í þannig rekstur þá ertu með garanteraða prentvél, skilur. En hins vegar þá skil ég skil það bara ekki af hverju þau ekki með hærri framlegð á rekstinum. Það eflaust út af bara þungu launagjöldum, þau eru með 66 starfsmenn fjandinn hafið það sko. Það spurning hvort að hollenska þú veist, ég veit það ekki, taktu bara eitthvað svona nýlegt SAS, það keyrir ekkert á það mörgum starfsmönnum sko. Þú búin að taka, held ég það kemur ekki óvart ef að hollendingarnir voru búin að segja upp fólki núna, við náttúrulega bara sjáum það ekki, við sjáum það í 2022 eða 2023 ársynning. Við þurfum að fara að hendi þið hérna í vindi sko. Þú búin að taka hérna annan hvern ársreikning frá því í janúar. Það ert eitthvað rugla, ég bara segja mína skoðun. Og segja bara, heyrðu, þetta allt of mikið. Þú sagði þetta með mathallirnar, þú sagði þetta með Karval. Já. Þá bara reka allar. Ert eitthvað rugla, mathallirnar var reyndar, nei það var. Já, og núna DK, fólk að hlusta. Hvað er ruglið? Nei, sko, eins og ég segi, ég er bara svona aðeins að reyna að greina þetta út frá mínum augum hérna. Já, ég skil. Laun og launatengd gjöld langstærsti útgjaldaliðurinn hjá þeim, sko. Kannski eðlilega og það bara hjá mjög mörgum. Já. En hjá svona SAS fyrirtækjum þá á það ekki að vera endilega ég veit hvað við kallum. Þingsti liðurinn. Þetta eru 29 milljónir per starfsmann, tekið per starfsmann. Já, ég sagði það. Í tekjur, sem sagt. Akkurat. En allavega, þú veist, annars bara flott félag, flott fyrirtæki og að gera vel og að prenta. Það er spurning bara einmitt hvort að þetta séu bara orðin það mikið þægindi að þau nenni bara hreinlega geta að spá í þessu. Hvort það þurfa að skera einhvers staðar niður eða eitthvað. Já. En þú varst með pælingu. Þín orð ekki mín. Nei, því að þú varst með pælingu núna að þetta væri selt helviti dýrt. Já, akkurat. Og þá velti maður fyrir sér til að ná uppi
núllpunkti sem fyrst, skilur, þá viltu fara að hagræða og það spurning hvort og hollendingarnir séu farnir að líta í að séu ómikið að starfsfólki þarna. En ég þekki ekki aðstæður, ég veit ekki hvort það þurfi bara hreinlega 66 manns til að halda þessu kerfi uppi. Nei, já, það kemur ekkert óvart. Þetta ok, DK-vistunum í skíinu og allt það. En þú getur ekki farið bara eins og inn á payday.is eða reglu eða fleiri bókaldskerfi. Þetta ekki orðið veflaust. Nei, ég að segja það, sko. Þú þarft að fokkin installa einhverju drasli til þess að komast inn í þetta. Sko. Og svo ertu með endalaust ráðgjöfum og eitthvað svona í þessu, sko. Já, rukka þjónustutekjur. Sko, ég var með kaup á 3,5 milljarð. Ef við tökum bara arðgreiðslurnar og það fyrir bjarnaskattinn. Þannig að Bjarni tekur sitt, 219. Bjarnaskatturinn. Já, að þá væri þetta 16 ára að borga sig upp. Já. Sem sagt 16 ári viðbót til að ná upp í þennan kostnað. Já, en þá ertu náttúrulega ekki að gera ráð fyrir núvirtu sjóstrimi eða hvað? Nei, ég bara, þú veist... Þú bara að tala upphæðin og nafnverðið eða ekki? Jó, já, þú veist bara, ef þú horfir bara á þeirri kaup þetta, hver staðan? Það 219 milljónir greiddar í arð það ár. Ok, við þurfum 16 svona ári viðbót til að fá tilbaka. Þannig að mögulega... Nei, og ég heldur ekki að reikna með áframhaldandi tekjuvexti og hvernig arðgreiðslu geta hækkað jari. Hitt með kaupverðið að þetta 1,8 sinnum tekjur fyrir 2021 og fyrir SAS þetta oft talið í miklu hærri tölum sko. En mögulega fer það niður eftir sem að þetta verður hærri velta en ég meina þú sér það bara á sjálfu móðufyrirtækinu Constellation þeir að treyta á 5 sinnum price to sales og hérna eru við að kaupa þetta á 1,8 price to sales. Þannig að þetta Já, það áhugavert að spá í þessu. Hvaða margfaldarar eiga við í þessu? Annað, ef við tökum EBITDA per user aftur í tíman. Lístu ekkert á það? Jú. Leiðist þér það? Það ekki return on sales? Nei. Ég bara út af því að... Það EBIT, kallið minn. Já, rétt já. Nei, út af því að gömlu ásetningarnir, ég held alveg til ásins 2015, þá byrtuði bara rekstrarhagnaður fyrir afskipti. 2016 í rauninni fyrsti. Já, en út af því að þeir voru búin að segja fjölda notenda aftur í tíman og ég með EBITDA, þá tók ég bara EBITDA per user. Aftur til ásins 2001. Ég reyndar að til ásins 2004. Ég reyndar að fatta, getur þú fundið EBITDA 2004? Já. Þá getum við dansað. Ég mjög spenntur að heyra þetta. Gef mér einhvern juice, gef mér einhvern tölur. Jó, hvað þú með EBITDA 2004, fer inn á kelduna sjálfsögðu. Já. Þetta bara, tekur enga stund maður. Maður svo fljótur að sinni í keldunni sko. Sjá, nei, það bara 0. Var það 0 fyrsta árið? Einhvern veginn kemur það mér ekki á. 2004 sko. Já, var það 0 þá? Já. Æ. Ok, þá erum við með fyrsta árið, 2008, þeir eru með 3000 notendur og 9 milljónir í EBITDA. Það 3000 krónur per notandi. Á ári? Já. Þannig að þú deilir með því 12, og þetta á mánuði? Já. Þá voru við með 250 kall per user. Hraðspólum til ársins 2019, þeir eru komið með 6000 notendur. Þú ert að taka EBITDA. Já, EBITDA. Það mögulega ekkert að marka þetta. Þetta náttúrulega ekki tekjur sem sagt per... Nei, þetta það sem situr eftir. EBITDA per DK. Þá eru við komin niður í 51.000 kall. Eða farin úr 3.000 kall upp í 51.000 kall. Og komin í 4.200 á mánuði. Sem þú situr eftir per notanda. 2020 þá er þetta 65.000 kall. Og 5.400 sem sagt á mánuði. Og svo fer þetta niður í 49.000 2021. Þannig að við erum aftur komin í 4.000 kall. Þannig að þetta svona 4.000 á mánuði sem þau eru að græða á notanda. Já. Ef alla notenda og EBITDA-tölur eru réttar. Þar hafið það. Þetta skemmtilegt. Þetta einhver metrik. Synda á sér að taka þetta bara svona í síðasta þættinum. Já. Að við höfum ekki verið með þetta á það. Við erum allir illa súrið. Heyrðu, ég tók annað. Rule of 40. Manstu þetta því? Ég hef ekki tekið það síðan í klappir þættinum. Veitu hvað var þetta aftur? Sko, mögulega eru við líka út að skýta að vera að titla þau sem SAS. En in the end, þá þetta náttúrulega bara hugbúnaður seldur sem þjónusta og svo smurt ógeðslegum þjónustugjöldum og annað. Að Rule of 40 var til að mæla sko vöxt fyrirtækja eða arðsemi í þessum
hann að bransa þá viltu vera yfir 40% og þú leggur saman sko annarkvort tekjuvöxt eða hagnaðarhlutfallið, sem sagt EBITDA-hlutfallið og ef þú ert yfir 40% þá ert í góðum málum skilur þú hvað ég á við, þú getur verið með 0% í EBITDA en yfir 40% tekjuvöxt þá ert geggjaður og öfugt ég tók þetta fyrir DK 2021 og þau voru með 17,8% tekjuvöxt milli ára 18% EBITDA-hlutfall já, mjög gott, 18% hagnaðarhlutfall þannig að þau eru með ekki hagnaðar, heldur EBITDA-hlutfall þannig að þau eru með 35,3% já, það nær ekki yfir voru með 29,4% ári undan og 30% ári undan þannig að það sem þarf að gerast til þess að þau nái að sleikja 40 hvernig segir maður það á dönsku aftur? Lika? Nei, ekki lika 30 Já, 30 Er það 30? Já Nei, hvað, 40 þá? Já Nei, 40 er hérna Fjerts Fö Já 5 og fö 45 og fö Til að þau ná að sleikja föða þá þarf annarkvort að fara að spýta í tekjuvexti eða taka meira út þannig að ekki hleypa addanum inn á hæðina hann verður með hnífinn á lofti það verður skorið niður þar Nei Heyrðu, lokarandið, má ég koma með lokarandið út af því að þau eiga skilið að yttin gefi þeim smá aðhald það er alltaf verið að veita okkur aðhald Þú ert búin að vera rusli verið allan þáttir Já, það er alltaf verið að veita okkur aðhald Ég er að koma uppbyggilega gagnrýni sko Ég er búin að gefa þeim mikið kredit fyrir það strategían að fara inn á bókarana er genius það verður mjög erfitt að vinda ofan á því algjörlega að einblína á bókarana er vinningavert fyrir sig út af því að það eru decision makers sem að bóka og vilja hafa þægilegt þannig að fara þangað verðskráin er hins vegar algjörlega galin þetta meikar ekkert sens fyrir hinn venjulega mann eins og okkur að vera í rekstri að horfa á þetta þegar þú ert að fara af stað með dýra verðskrá og þarf hjálp sem þú þarft eiginlega alltaf þá ertu rukkaður fyrir hjálpina þeir eru út að reyna að læra á eigi kerfi sko, sem þú ert að nota, fáránlegt svo er ég með eitt hérna dæmi í COVID þá ætlaði ég bara að læra á þetta ég var búin að vera að nota annað kerfi heldur Payday, ekki komin í Payday og segi, ætlaði þú að reyna að læra á þetta? Ég sagði bara, ég fer bara á námskeið ég er með einfaldar ekstur, ég læri bara að bóka sjálfur stæðan fyrir bókara það kostaði ekki 30 skall þá það stældi 21.000 eða 6.000 eða eitthvað en þú gæst keypt námskeið, DK grunnur í samstarfi við Próment. Þetta er ennþá ekki í dag. Þú getur keypt þér semst námskeið og vilt læra á þetta. Veistu hvað þetta kostar? Nei. 30 skall. Veistu hvað þetta gildir lengi? Þetta er vefnámskeið. Hvað meður gildir lengi? Já. Sko. Hvað áttu við? Þessi uppfærsla þá eða? Nei, hvað námskeið sem þú kaupir það rennur út eftir 7 daga. Nei. Þetta er ennþá svona. Hæ? Já, og ég tók ekki eftir þessu. Ég keypti þetta ömurleg þjónusta. Þetta er versta mögulega þjónusta sem þú getur veit. Ætlir ekki frekar einmitt, þú veist, bara talið við frama eða eitthvað. Já, frami, eða þú farin á, þar geymist þetta bara að eilífu, sko. Auðvitað geymist þetta eilífu, það er búið að taka upp þetta námskeið einu sinni. Já, ég er bara að segja að þú ert búin að kaupa það. Shit, ég lendir að blíða þessu. Ég keypti þetta námskeið. 7 dagar? Já, og var bara eitthvað flott, tók einhvern smá hluta. Fór svo annarkvæmt í fæðingarorlof. Ég vil bara krefjast svara hér. Já, heyrðu. Hvaða rugl er þetta? Sko, ég þekki þetta allt. Ég er snöggriðast núna. Við þurfum bara að ljúka þessu þætti. Það verður allir hata með hana. Þú ert að fara að ná í leikskóla líka, aðeins að tempra þig niður fyrir það. Já. Stend með þeim í verkfalli. Allavega, ég kaupi það námskeið, byrja og svo, heyrðu, ég er að fara í orlof eða frí eitthvað, ég klára þetta þegar ég kem tilbaka. Þá var það runnið út. Og ég störtlaðist. Ég braut rúður einhvers staðar. Bara hefði það voru einhverju bílar inn í Hlíðarsmára. Ég lappa út með stein, ég braut allar rúður sem ég sá. Heyrðu, hefs og samband er þetta staðan og rukkaði fyrir einhverja þjónustu. Þetta nær engri átt. En þú veist, fékkstu þetta endurheimt? Ég get heyrt í Bjössa í kvöld í Payday og spurt hann hvernig ég á að sjóða egg. Hann myndi svara. Þetta er bara dæmi ömurlega þjónustu. En hvernig, fékkstu þetta ekkert endur, eða þú veist? Nei. Þú fékkst ekki einu svona að taka námskeið? Nei, þú veist, ég tók hann að hluta, svo bara rann það út og ég átti bara að borga til að fá það aftur. Þannig að þú tókst það allavega innan þessara viku? Nei, ég náði ekki að klára það, ég bara rétt byrjaði. Og eftir þessa upplifun, þá sagði ég, fuck this. Og þá var ég búinn að borga 1 eða 2 mánuði og... Og þú veist, hringdur ekkert eða var þetta bara eitthvað computer says no dæmi bara? Ég held ég að hafa sendt post. Anskot. Þetta er last. Last. Herru, ég held að DK sé búið að fá
sína hólskeflu hérna í dag frá Iddanum. Já. En þetta flott, þú veist, flottur rekstur. Ég ætla ekki að hérna segja annað. Það ekkert út á reksturinn að setja. Spurning. Og það tekjuvöxtur hjá þeim. Já. Bókarar elska þau, þótt að við gerum það ekki. Nei. Þannig að bara áfram DK. Já. Veistu hvað DK stendur fyrir? Ekki hugmynd, sko. Denmark. Nei, verð ekki með þetta rugl. Er það ekki debit og kredit? Jú, þegar þú segir það. Pott. Öruglega. Nei, við elskum ykkur. Það er gagnkvæmt að veita aðhald, þannig að við fáum öruglega að fara á prent upp á píluspjald þarna einhvers staðar. Já. Herru, þá látum við þessu lokið í dag og allavega í einhvern tíma. Já, við ákváðum að enda þetta á smá sprengi. Við munum alltaf við erum alltaf að fara að vera með einhver ársreikninga yfirferðin á milli. Já, ef þetta er einhver skemmtilegt sumar, þá tökum við að klálega fyrir, en okkur langar að eyða sumrun í að hitta eins mikið af fólki og getum til þess að fá meiri juice. Já. We want the juice. Algjörlega. Það stendur ekki einu sinni, ég sé það ekki inn á DK síðunni fyrir hvað DK stendur. En það hlýtur eiginlega að vera debit og kredit. Það hlýtur að vera. Þetta er bara eins og Stasi hafi komist í þetta og bara þurrkað út sögu. Ég ætla ekki að við skulum láta þessu lokið í bili. Við verðum aftur með ykkur á föstudaginn með Jón Take a Bow. Take a Bow, Jón Björnsson. Já, verðum með honum. Heyrjumst á.